Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og ég er með góðan gest hér í dag sem endri nær. Tara Margrét Vilhjálmsdóttir, aðgerðarsinni og félagsfræðingur. Vertu velkomin. Takk fyrir. Já, það nú kannski lítið farið fyrir þér svona síðustu árin en það þekkjaðu nú flestir sem aðgerðarsinna í svona þágu þeirra sem að verða fyrir fordómum vegna holdafars. Já, þú svona aðeins hvernig þið hljóð í liðinni viku þegar að þú settir inn athugasemd vegna draga tillögu aðgerðaráætlun í málefnum offitu. Og þetta svona vakti nokkra athygli og mér langaði svona aðeins að spjalla við þig meira nákvæmlega þetta og svona hvað það var sem að fékk þig til þess að stinga niður penna í þetta sinn. Ég eiginlega bara veit það ekki. Ástæðan fyrir því að ég tók mig pásu og hefur lítið heyrt í mér er að ég bara neyddist til þess, var greind með áfallastreituröskun í kjölfara bara margþættar streitu og áfallassu og náttúrulega tengdum þessum aktivisma sem að reyndi mjög mikið á. Og mér hefur rosalega mikið langað til þess að gera eitthvað svona, auðvitað halda, ég brenn ennþá fyrir þessu málefni þó svo hafa ekki heyrst mikið í mér og ég er ennþá að fylgjast með. En í hvert skiptis síðustu ár sem ég hef stast niður og reynt að skrifa eitthvað eða stinga niður penna, þá bara hef ég fengið bara sjúklega bara líkamlega viðbrögð, bara þó svo hugurinn vilji, að þá hefur líkamlega bara sagt stopp. Svo var mér bent á þessa tillögu og og hún var að koma til umsagnar og ég fór að skoða hana og bara, ég veit ekki hvað gerist. Allt í einu var bara að sest í tölvuna og byrja að skrifa. Og ég horfði kannski bara dálítið á þetta sem bara svona dálítið mitt uppgjör sem aðgerðarsinna í þessu málaflokki í baráttu sem að ég upplifa að ég hafi tapað. Og þetta var bara svona uppgjör á þessu tímabili, á þessari baráttu og ég leiði mér að vera óheflari en ég hef áður verið. Ég var meira á persónulegum nótum að segja frá samskiptum mínum við ráðafólk og hvernig komið var fram við mann. Og þetta átti svona dálítið að vera bara svona einhver lokapunktur, þú veist, á einhvers konar bataferli og En hingað eru komin. Og hingað ertu komin. Og þannig að þetta var nú ekki alveg lokapunkturinn. Nei, greinilega ekki. Nei, en það er kannski vegna þess að það eru margir sammála það og ég veit að Hildur Lilendal er svona eina af þeim sem tók undir orðin og svona önnur fræg baráttukona sem að hefur einhvern veginn svona stíjað eins út í sviðsljósinu mitt vegna bara, álags og þannig að þetta fór í umræðinu og ég fann það og maður kannski segir það, maður sér auðvitað bara svona sína búblu alltaf sitt feed á samskiptamiðlum en mér fannst svona eins og fólk hefði saknað þín svolítið í umræðinni. Það hefði vantað þessa rödd og kannski í allri þeirri svona umræðu og öllu því sem einhvern veginn í gangi í þessu málaflokki. Nú á ég úlingsstúlku og ég finn fyrir því hvernig hún er að verða fyrir sama áróðrinum og við urðum fyrir þegar við vorum úlingsstelpur. Og það hefur orðin ákveðin afturför í því hvernig við horfum á holdafar og þá við öll kyn í rauninni. Þetta er bara feitt fólk er eitthvað sem að má ekki sjást og má ekki vera til og því grennri og svona því betra. Og ég finn einmitt, eins og ég segi, það hefur vantað svolítið svona þetta sterka mótsvar sem að var fyrir nokkrum árum með þig og samtökin í broddi fylkingar. En þín gagnrýni varðandi þetta frumvarp, á hverju byggist hún svona sérstaklega? Sko, hún byggist fyrst og fremst bara á því að þetta frumvarp og allar þessi aðgerðir eru algjörlega þyngdarmiðar. Og sko, það á að fara alveg á fulla ferðinu sjúkdómavæðingu sem er eitthvað sem að líkamsveiningar sinnar og við samtöngum líkamsveiningu vorum mikið að vara við og á móti.
og það góður ástæði fyrir því. Það einfallega svo að sjúkdómavæðing á holdafari og þyngdarmiðuð nálgun að heilsufari, hún veldur meiri skaða en hún gerir gagn. Og sko, það var svo áhugaverð sko að það var settur saman starfshópur til þess að vinna skýrslu sem að skilaði drögum sínum í, mér langar að segja febrúar 2024, ekki alveg viss. Og þessi starfshópur skilar af sér þessar skýrslu og þar svona meiri hluti þeirra sem að sátu í þessum starfshópi voru svona kannski meira með þyngdarmiðar nálgun heldur en þyngdar hlutlaustri, en samt komur á óvart hversi skýrsla, hún var frekar balanseri. Það var talað að mikilvægt væri að með aðgerðir á breiðum grundvelli, ekki horfa á holdafar, horfa á heilsu og heilsuvenjur og allt það sem hægt að bæta og virkilega vinna með án þess að valda skada. Svo þannig að það kom bara ánægilega óvart og þessi skýrsla síðan lögð eða á að hafa verið lögð sem grundvellur fyrir þessum drögum af frumvarpi. Og ég sé bara ekkert, það bara algjört ósamræmi. Það eiginlega bara ekkert þyngdar hlutlaust í þessum tillögum. Og sko sumar aðgerðirnar sem maður fari í, ég reyndar fór ekkert sérstaklega í það í umsögn minni af því að mér finnst þetta bara að segja sér svo sjálft og mér finnst hálfpartinn meðvirkni með einhverju bulli að vera eitthvað að reyna að greina einhverja aðgerðir á borði við að stofna ungmenna heilsugæslu, skema ungmenni á aldrinum 16-19 ára fyrir holdafari áhættu þáttum offitu og kalla það svo inn í heilsueflandi viðtal. Eins og einhver á Facebook sagði bara, þú veist, það var ekki einu svona bjóða um þetta, það var bara kallað inn eins og einhver kallaði bíla. Og annar hópur sem að aðgeri beinast að eru leghafar á meðgöngu. Við vitum að þá sérstaklega skema fyrir offitu í þeim hópi og reyna að draga úr nýgengna offitu hjá þessum hópi, sem að svo sko leghafar á meðgöngu, sko, við erum að tala þetta hættulegasta og mest streituvaldandi tímabil í lífi allra leghafara, þú veist, bara punktur. Við ætlum að bæta, allar rannsóknir sem hafa verið gerðar þessum málaflokki sýna að þessi hópur upplifir skimin við offitu og þyngdarmiðar áherslu sem fordóma, sem mismunun, það veldur vanlíðan, það veldur líkamsskömm og sko við vitum að það leiðir síðan til óheilbrigða, heilsuvenja. Fólk fer að svelta sig, það fer í megrun og þetta hefur áhrif á hreyfingu og allt þetta skilur og þetta hefur bara rosalega mikil áhrif á streitu búskap í líkamanum sem nægur fyrir á meðgöngu. Og það líka einmitt eins og á meðgöngu, það ekkert eitthvað hlaupið að því að vera með eitthvað stort og mikið heilsufars inngrip inn í miðja meðgöngu alveg sama hvað. Alls ekki, fólk á að þyngjast á meðgöngu. Það segir sig bara sjálft. Og að ætla að greina offitu á þessu tímabili í lífi fólks sem þarna oftast tímabundi að ganga í gegnum mikla þyngdaraukningu og sem gengur síðan að miklu leyti tilbaka. Þetta bara, já, og allar þessar aðgerðir, það eru hvergi færð almennileg rök. Þú fær hvergi að sjá heimildir á bakvið neitt sem lagt til, þrátt fyrir áherslu heilbrigðisráðherra á gagnreyndar aðgerðir. Að það var bara rosalega erfitt að sjá þær í þessari tillögu. Þannig að þetta veldur bara verulegum áhyggjum og að það sé ekkert skjól eða ekki gert ráð fyrir því að fólk skuli kjósa þyngdarhlutlausa nálgun að heilsufari sínu. Við erum að útiloka þetta fólk, þennan hóp freka frá heilbrigðiskerfinu. Og mér finnst þetta fásinna og mér finnst þetta bara vera bara stór slys sem að við erum að fara að horfa upp á og sérstaklega mitt í þessu
umhverfi sem við erum að horfa upp á í dag, þú veist, það var bara fyrir 2 dögum eða eitthvað, það var klínískur næringafræðingur hjá RÚV í viðtali að segja bara, þú veist, bara það hafi verið svakalega breytingar að gerast, en síðasta ári hún er bara að horfa upp á eitthvað sem bara, þú veist, bara ádraskanir eru bara á húrrandi uppleið. Ég sé það einmitt eins og ég segi, ég á úlingsdóttur og ég fylgist með því sem hún er að skoða á internetinu, svona eins og ég vona að flestir ábyrgir foreldrar geri, og við þurfum einmitt að taka þetta samtal. Ég hefði aldrei ímyndað mér að þurfa að taka þetta samtal eins og staðan er í dag og eins og eftir allt sem undan gengið, þína baráttu og þeirra sem gengu undan einhvern veginn, að þurfa að eiga svona samtölum heilsu og holdafar á þessum nótum. En það er eitt sem ég hef tekið eftir reyndar í umræðinu, og það er eins og fólk skilji ekki alveg að offita, sjúkdómsvæðingin offita, hún á ekkert endilega bara við feitt fólk. Heldur þetta í rauninni, þetta er einhverju svona samverkandi þættir, það eru sykursýki 2 og einhverju svona eitthvað innvortis sem að fer að bila. Og þess vegna er ekki rétt skilja á mér að þetta er svolítið bara ruglandi orðalag svona fyrir það fyrsta. Ég er ekkert hissa á því að sér pinguringluð, af því að þetta er bara gjössalega óskiljanlegt þessi málflutningur af hálfu fulltrúa þyngdarmiðjar og nálgunar. Og sko mótsagnar eru svo margar að þú nærð aldrei einhvern veginn utan það sem að kemur frá þeim. Þú veist, maður veit eiginlega bara hvað maður á að byrja, en þú veist bara ef við byrjum á því að offita sem sjúkdómur á sem sagt að vera, þú veist, þetta er bara hvenær verður offita sjúkdómi. Og bara svo ég taki dæmi, í gær var alþjóðadagur offitunar, sem er haldinn hátíðlegur alla Evrópu af hálfu fulltrúa þyngdarmiðjar og nálgunar. Og í tilefni af því skrifaði félag fagfólks um offitu grein á Vísi í gær. Og þar komaði inn á þetta er bara frekar ruglandi allt saman og kannski ekki skrítið. Þú veist, af því að við erum að blanda saman, eða fólk er að ruglast á hvað er offita. Fólk er að rugla BMI 30+ við offitu sjúkdóminn. Já. Að þykja maður sjálfur of feitur eða vera of feitur samkvæmt einhverjum svona stöðlum, það þýðir ekkit endilega að þú sést með sjúkdóminn offita. Nei, sem sagt offitu sjúkdómurinn verður þegar fituvefur í líkamanum er orðinn sjúkur og sendir frá sér eitthvað skonar brenglandi boð sem að, þú veist, hormónar og fleira sem hefur síðan brenglandi áhrif á efnaskiptastarfsemi líkamans og getur þannig leitt til áhættu á mörgum svona þar sem við kallum lífsstílssjúkdómar. Þú veist, einmitt sykursýki 2, hár blóðþrýstingur, hjarta- og æðasjúkdómar og allt þetta. Og það var tekið fram í þessari grein að offitusjúkdómurinn er ekki eitthvað sem að sést utan á fólki og það er hægt að greina hann allstaðar á þessu líkamsstöðuls þyngdarskala. En af hverju opnaði þá greinina á einhverjum hamfara yfirlýsingum hvað við erum orðin feit og 70% þjóðarinnar er í ofþyngda offitu, 28% af þeim eru of feitir. Þú veist, þetta er búið að vera stefið í þeirra orðræðu aftur og aftur og aftur að rugla þessu saman sjálf og kvarta svo undan upplýsingaóreiðu málaflokkin, skilur við. Og sko þetta er alltaf, þú veist, það er eiginlega bara ekki alveg heil brú í því hvernig fólk tala stundum. Og það á að vera hægt að gera þennan greinamun af hverju, sko, þetta er vissilega áhættuþættur og þú veist, bara ef þetta er sjúkdómur sem sagt sjúkur fituvefur sem hefur þetta brenglandi áhrif, af hverju heitir hann það sama og BMI 30+. Og þetta er
umræða sem við höfum oft tekið við þessi aðala, margoft og ítrekka af hverju ósköpunum það bara ekki hægt að kalla þennan sjúkdóm eitthvað annað. Þetta svo ruglandi. Þetta eitthvað sem að bara hefur bara mikil áhrif á fólk og ítrundu fytufordóma og þú veist, fólk heldur að sé verið að tala bara alla samkvæmt BMI stuðlinum. Og það aldrei svona, og það gerist ekki neitt. Þessi tillaga hefði verið gullið tækifæri til þess að skilgreina þennan sjúkdóm betur og fókusa á þennan hóp sem þá með þennan sjúkdóm með efnaskiptavillu eða hvað sem við viljum kalla hana og greina hana þá, þú veist, fá mælitæki til þess að greina hana en þú veist, af hverju þá aðgerðirnar að snúa að því að lækka nýgenglu offitu samkvæmt BMI-stuðli, af hverju markmiðin þá að börn á Íslandi verða ekki lengur þau feitustu á Norðurlöndin. Hvernig, af hverju við að miða BMI-skalan í alþjóðlegum samanburði þegar við eigum að vera að tala sjúkdóminn offitu? Þetta mjög ruglingslegt. Þetta mjög ruglingslegt. Og það rosalega erfitt að útskýra af hverju þetta ruglingslegt af því að þú veist, það svo erfitt að ná utanum þetta og benda á alla mótsagnar og þú veist, þetta svo mikið mindfuck. Og þú veist, og þessi, þú veist, allar þessi sömu aðeins að segja, þú veist, ég meina, já, þú veist, það bara fertelt eftir í ákveða degið og hittir á þetta fólk hvernig skilgreinir offitu og sjúkdóminn offitu og hvenær hann hefst og nú að vera að tala sko, að við þurfum einhverja aðferð til þess að stiga offitusjúkdóminn og hvert hann kominn. Og þá sem sagt verið að horfa á, það umfram minnir að hús skilgreini offitusjúkdóminn sem svo að þetta umfram líkamsveita sem að hefur síðan neikvæðar heilsufarslegar afleiðingar. Og þetta kallast þessi stigunarskali offitusjúkdómsins sem kallast Edmonton-skalinn og þróaður af kanadískum samtökum. Hann byggður þannig upp að fyrst ertu metin með offitu eða í ofþyngd samkvæmt BMI. Það alltaf fyrsti parturinn af greininga viðmiðinu. Svo kannað hvort að þú stjart með eitthvað fylgisjúkdóma offitu. Og það getur bara verið, þú veist, bara hvað sem Þú veist, það getur verið einmitt sykursýki 2, það getur verið allir þessir þættir. Ég greindi sjálfa mig í samkvæmt þessum skala og nú ég náttúrulega í offitu og ég áfallastreituröskun sem gæti talið sem kvíðaröskun og mér hætti til að fá magabólgur að streitu. Þá ég á stigi 2 og þá alvarlega íhuga sem sagt inngrip að báru við aðgerð og lyfjameðferð. Þú veist, það ekkert verið að hugsa hvaðan kemur þessi kvíðaröskun, þú veist, hvaða utanaðkomandi aðstæður eru bara að því að tarfmargrið yfir BMI-stuðlunum þá og með kvíða, þá hún komin á skrif 2 í þessum skala. Einmitt, þú veist, þannig að fyrsta skrefið alltaf í greiningu offitusjúkdómsins, það alltaf BMI eða ummálsmæling eða hlutfallsmæling eða hvað það Og svo einhver fylgjasjúkdómur með eða eitthvað krankleiki og það þarf ekki að vera það. Þú stig 0 á þessum skala, það sem þú þú ert feitur og bara ekkert að þér. Það samt mælt með þyngdarsetjunum aðgerðum til forvarnar. Þú veist. Þannig að þú veist, við getum farið í endalausa hringi og sko bara Guð minn, hvað trúðu mér, ég fara svo margar hringi með þetta. En við endum alltaf á einum stað. Þetta snýst útlit, þetta snýst holdafar. Þessum aðgerðum beint gegn feitu fólki. Og við erum að jaðarsetja hann hóp, við erum að misminna honum þegar kemur að heilbrigðisþjónustu. Þú veist, bara þú veist, ég lapp inn á heilsugæslu og þú veist, með áfallastreituröskun og greind með offitusjúkdóminn og sett á veikuvítskilur meðan einhverju kjörþyngd, þú veist, fær gaggreinda
meðferð, þú veist. Það einmitt annað sem að mér langaði að ræða við því og það einmitt þessi Ozempic Wegovy-væðing. Nú veit ég að þú hefur ekkert á móti því að fólk sæki sér þá meðferð sem það telji sér þurfa og bara svo það sé tekið hér skýrt fram. En það hefur orðið alveg svona gríðarleg sveifla í þessum þyngdarstjórnunarlyfjum og alveg svona ólíklegast að fólk einhvern veginn virðist hafa aðgang að þessum lyfjum. Það hefur verið sýnt fram á það að þau eru ekkert endilega neitt ofboðslega góð, þau eru ekki nógu reynd til þess að þessi komnir í ljós einhverju svona langvarandi svona langvarandi, hvað ég var að segja, bara svona áhrif á líkamann en fólk þarf að vera á þessu lyfjum helst bara út ævina. Já, það punktur sem að koma upp eftir að það komi ljós að eftir að fólk hætti á lyfjunum og það þyngist að 4-fold hraðar en ef það hefði bara lést með venjulegri meirun. Þú veist, þetta rosalega og það áhugavert að sjá að í skýrslu starfshópsins og í tillögunni þá náttúrulega það alltaf verið að vara við öfgakenndum meirunum. Og þú veist, við vitum að öfgakennda meiranir hafa verulega skaðleg áhrif á líkamann og einmitt sjálfstæðar áhætti þáttur fyrir þessi lífstílstengdu kvillum og eru bara, auka dánatíðni, auka tíðni ádraskana, þetta eru bara verulega skaðlegar afleiðingar og því miður óhjákvæmilegar afleiðingar af því að fara í meðrun. Líkaminn, og þetta ekki lengur umdeild staðreynd. Líkaminn fer í varnargír, hann upplifir þetta sem neyðarástand, hann upplifir þetta sem lífshættulegt tráma og fer í alls konar mótvægisaðgerðir til þess að þyngjast aftur. Þannig að það bara svo eðlilegt að þegar við að hann taki andanum yfir höndina og við þyngjumst aftur og á sama tíma og verið að vara við öfgakenndum megrunum og afleiðingum þeirra að það við náttúrulega að sjá þessa bylgju lyfja sem að virkar rosalega vel fyrir það sem þau að gera sem að létta fólk. Við höfum ekki séð hratt og mikið þyngdartap af lyfjum eiginlega bara áður og það talaði að þetta sé bara orðið á pari við eftir aðgerir þyngdartapi. En af því að þetta svo öfgakennd sveifla niður að þá verður sveiflan upp líka svo öfgakennd eins og ég segi 4 sinnum hraðar heldur en í venjulegri megrun. Þannig að þegar við erum að tala lyfjameðferðir þá erum við líka að tala eina öfgakendustu megrun sem við höfum séð hingað til og þá lausnin við því að vera á lyfjunum til lífstjár og bara rökstuðningur sem bara mega fullkominn sens. Þetta eru náttúrulega bara lyf eins og öll önnur lyf og þau virka bara meðan þú ert á þeim. Það engin gögn sem sýna fram á það að fólk geti verið á þessum lyfjum til langs tíma. Lengsta rannsókn sem Novo Nordisk hefur gert af Wegovy leiddi í ljós, það var sem sagt verið að fylgja stórum hóp eftir. Það byrjuðu 8.803 einstaklingar í lyfjahópnum. 4 árum síðar voru innan við 1000 eftir. Og þetta bara rosalega dæmi gert fyrir þyngdartapsrannsóknir og við erum búin að vera að sjá þetta aftur og aftur núna í þessa rúmi öld sem við höfum verið að rannsaka þyngdartap. Að það að líkaminn byrjar að berast á móti, fólk byrjar að þyngjast aftur og það hættir þátttöku rannsóknir, það heltist úr lestinni. Þannig að það bæði það eru líka aukaverkanir sem að fólk þolir ekki lengur. Og sem sagt, tölur og lyfjagagnagrunum og Bandaríkjunum sýna að þau sem hefja meðferð á þessum lyfjum, þau bara 15% eru ennþá notaði 2 árum seinna. Þannig að fólk ekki að endast á þessum lyfjum. Novo Nordisk sýna sjálf fram að það, bæði þessi rannsókn sem ég vísa til og líka rannsókn sem gerð var að aukaverkanum fyrir börn. Og það var mjög greinilegt að það var ekki séns fyrir neitt af þessum börnum að endast á þessum lyfjum út ævina bara út af aukaverkunum. Og þannig að
Það svo, einmitt, mann finnst, maður hugsa, velti fyrir sér, sko, það ákveðin ábyrgðar hluti að svona eiginlega dæma fólk til þess að vera á einhverju lifi fyrir lífstíð. Það virkar rosalega vel í þennan tíma sem að tekur að grenna fólk í rauninni og það sem að gerist fyrir þau sem kannski ekki vita að þetta minnka matarlist og breytir matarlistinni upp að því marki að fólk verður fljótt sattara og hérna svona hefur einhvern veginn svona fær svona klíu yfir í mat og hérna þetta er í rauninni bara svelti. Þetta eru lyf sem hjálpa líkaminn að þola svelti betur í lengri tíma en ef við verðum ekki að reyna að gera það með viljastyrknum einum. Það er bara það. Þetta er sem sagt bæði aðgerðir og þessi lyf eiga það sameiginlegt að þau snúa á þetta þyngdarstjórnarkerfi líkamans í smá stund, ná að blekkja í smá stund. En að því að þetta kerfi er svo sterkt hjá okkur, þetta er eitt af okkar elstu survival instinct, og þetta er ekki einhver okkar vilja, þetta er bara eins og við öndum, hjartaslæðir, þetta tilheyrir þeim parti af taugakerfinu, við höfum ekki viljastyrk yfir það, á endanum nær líkaminn yfir hendina því að hún langar svo mikið að lifa af og það er svo fallegt, en einhvern veginn erum við búin að hefur samfélaginu tekið þetta skilgreinina þannig ótrúlega sterka og fallega survival innsæi líkamanns sem heldur okkar gangandi, sem heldur okkar lífi sem krónískum og relapsing sjúkdómi þegar hann byrjar að snúa ferlinu við. Akkurat. Þannig að og þetta er bara alveg ótrúlega þrjóska að vinna ekki með þennan raunveruleika sem við höfum í dag. Svona er líkaminn okkar. Við erum búin að vera að reyna að létta hann og búin að gera svo mikið til þess að snúa á hann, svo maður segja. Það eina sem það hefur skilað okkur er það að við erum stöðugt að ganga lengra og lengra inn á þetta kerfi líkamanns. Við erum stöðugt að valda meira og meiri skaða með tilheyrandi afleiðingum. Þannig að þegar við tölum afleiðingar offitur þessa bla 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 bla, þetta eru líka afleiðingar af endurteknu þyngdartapstilraun sem er náttúrulega bara gífurlega streituvaldandi fyrir líkamann. Sjálfstæðar áhættu þáttir fyrir sykursýki 2, hán, blóðþrýstingi, efnaskiptavillu, öllu því sem við erum að tala og við tölum alltaf sem offitu. Þetta eru afleiðingar af jaðarsetningu, fitufordómum, streitu, lakara aðgengi að heilbrigðiskerfinu. Þetta er bara, en samt erum við erum alltaf að reyna að tala við erum alltaf að dýpka hjólfurinn á sama staðnum í einhverju sem að virkar ekki og hefur bara skilað okkur í verri heilsu og því að við erum feitari. Vegna þess að þegar líkaminn nær loksins stjórn aftur, að þá er hann búin að læra af hungursneiðina sem hann upplifir í meðruninni og hann er bara, ég ætla að undirbúa mig fyrir næstu hungursneið. Og 1/3 til 2/3 sem að fara í þennan þyngdartaps aukningar cycle en þyngri heldur en þeir eru byrjuð. Og þannig að sko allar þessar aðgerðir ganga bara algjörlega þvert öllu því sem verið er að reyna að ná fram. Svona fyrir utan líka kostnaðin við sko lyfjakaup, ég meina ríkisins er náttúrulega virkilega hára því að það er alltaf verið að tala að þessir lífstílsjúkdómar kosti ríkið svo opaslega mikið. Það var svona einn af þessum talpunktum sem hafa verið svona lofti. Og maður velti fyrir sér svona, já, en sko þessar meðferðir sem eru hugsaðar út ævina, þær kosta líka rosalega mikið. Og svo kannski afleiðingarna sem við eigum eftir að sjá, vonandi ekki, en mögulega af langvarandi notkun þessara lyfja í 10 ár, 20 ár, 30 ár. Ég tel meiri líkur en minni því miður að við munum sjá mjög hræðilegar afleiðingar af þessari lyfjanotkun og þetta, ég held að í kringum 4/4 af þeir sem að hefja lyfjameðferð eru komni með vannaringu innan 12 mánaða, 40% af þyngdartappinu sem á sér stað eru vöðvatapp. Og þegar fólk þyngir síðan óhjákvæmilega aftur að þá er það ekki að bæta aftur á þessu vöðum, það er að bæta aftur á þessu fitu. Þannig að hlutfarslega verður við feitari.
og hérna erum við bara að tala afleiðingarnar af sko þyngdartapinu sjálfu og þessari sveiflu sem við förum í. Við erum ekki að tala sko sjálfstæðar aukaverkana af lifinu, þú veist, sem að þú veist, þetta er brisbólga, þú veist, það er alltaf að bætast við hana lista, það er núna komið blinda, hætta á krabbameini, það er sem sagt, sérstök viðvörun á lifinu, út af ákveðning tegund af krabbameini og þú veist, hvað var að magalömun og svo líka bara það að fólk líka bara ekki endast á þessu lifi af því að það bara drepur niður alla ánægja af því að þegar þú drepur niður þegar þú bælir þessa mjög svo bráðnauðsynlegu instinktu okkar fyrir að borða og þú ert að bæla hungur og settrumörkin sem að við fæðumst með og ert að brengla þau og rjúfa þannig tengsl við líkamann mjög meðvitað að þá missum við líka ánægju fyrir bara alls konar hlutum eins og kynlífi og góðri tónlist og fólk að tala að það bara missir áhugan öllu og missir ánægjuna af öllu og þú veist þannig að Já, það er eitt mjög áhugavert sem að ég hjó eftir í því sem þú sagðir áðan og það er þetta sko með að þegar fólk bætir á sig aftur þá er það ekki bæta við, og það hefur það ekki verið að bæta við þessu vöðumassa og það er svona eitt sem að virðist vera svona meginstefið í þessu öllu saman og það er að fólki er ekkert endilega að borða hollara. Það er ekki að hugsa betur sig, það er bara að grennast rosalega rætt. Er þetta rétt skilið hjá mér? Í tillögunni það kemur til dæmis fram að það þarf að fylgjast mjög vel einmitt með vanaringu og vöðvatapi og líka lítilli virkni sem að auðvitað gerist þegar þú hefur ekki orkuna til þess að hreyfa þig. Þannig að þetta, þú veist, það er alltaf að tala að þetta eigi að vera svo heilsusamt og flott og fyrst og fremst að bæta heilsu frekar en útlit en samt eins og bara í tillögunni sjálfri þú veist, það að tala að þú veist, þegar að tala árangur af einhverjum aðgerðum þá er alltaf fyrst tala þyngdartapi. Þannig að þú veist, bara við þurfum bara að tala hlutina eins og þeir eru. Einmitt. Og það er alveg sama hvernig hvaða orð eða nafn þú notar yfir hlutina, hvort það sé offitusjúkdómurinn eða efnaskiptavilla eða hvort þetta er ekki öfgakennd megrun heldur offitummeðferð eða koma jafnvægi á þyngdarstjórnunarkerfi líkamanns. Þú veist bara líkamann okkar er alltaf eins og hann bregst alltaf eins við. Þú veist, ég get ekki farið að kalla allt í einu epli appelsínur og ætla til þess að allir haldi það sama hérna í frá, skilur. Það eru bara hugaróra í mér. Þú veist, þetta stenst ekki nánari skoðun. Leið og ferð aðeins að ýta á að það bara reynir spilaborgin. Og það er bara búið að vera rosalega frústrerandi einhvern veginn að þurfa að setja undir þessu málflutningi eins og hann meiki eitthvað nokkuð sens. Þú veist, bara getum við hægt að setja eitthvað krúsidúlur í kringum þetta og þú veist, láta sem þetta snúist heilsu en ekki útlit, þegar við erum alltaf að miða við holdafar, þegar við erum alltaf að miða við BMI, þegar við erum alltaf að reyna að lækka þetta, þrátt fyrir yngri þjóð í heiminum ef við tekist að lækka BMI-stöðlinn. Þú veist, þetta er bara svo, þú veist, þetta er bara hálfgerð brenglun. Þú veist, hvenær ætlum við að fara að byrja að vinna með raunveruleikann eins og hann er, fara að vinna með líkama okkur eins og hann er, taka þá í sátt og heilsueflan í staðan fyrir að minnkan. Þú veist, sem að hefur hræðilegar afleiðingar. Þú veist, það eru til skaðaminnkandi nálganir að heilsufari og holdafari og við erum búin að vera að tala fyrir og berjast svo lengi og það hefur ekki verið neitt vilji til að hlusta. Og þessar aðgerðir sem við sjáum í tillögunni núna, þetta eru bara afleiðingar af því að fulltrúar þyngdarmiðja nálgunar fá bara algjörlega lausan tauminn. Bara algjörlega. Og eins og ég segi, þetta verður stórslys. Ég varstu fyrir miklu vonbrigðum með ráðherra, þú svona lýstir því svona stuttlega í auðvitað þinni umsögn að ykkar samskiptum en svona sko, já, er þetta
gríðarleg vonbrigði og er þessi stefna ráðherrans, hún þér gríðarleg vonbrigði? Nei, ég finnst hún fullkomlega viðbúin við mín fyrir samskipti við hana. Og sko, ég tók við formennsku í samtökum líkamsvirðinga árið 2016. Það eru 10 ár síðan þar? Já, var kjörin sama dag og Trump var kjörin fyrst forseti. Mjög gaman að það sameiginlegt, en og þú veist, tilgangur samtakana var að tala fyrir þyngdarhlutlausu nálgunum að holdafari og heilsufari og efla líkamsvirðingu í samfélaginu. Og á þessum tíma þá svona dálítið svona, þá farin að komast meiri kraftur í þessa bylgjusjúkdómafæðingar og samtök víða heim að skjóta upp kollinum, bæði fagfélög, fagfólks og sjúklingasamtök og það sem að þessi samtök eiga flest sameiginlegt að það alltaf eitthvað svona móðursamtök eins og evrópsku samtökin og svo eru minni samtök í hverju landi fyrir sig. En allavega móðursamtökin eru alltaf vel styrt af lyfjaframleiðendum og öðrum hagsmunaaðilum í þessum bransa og í þessum heimi kannski sem að við búum í núna, það sem endalaust verið að afhjúpa bara alls konar spillingu og í efstu lögum samfélagsins, að þá ættu við einmitt bara sem samfélagi að staldra svolítið við og svona bara svona skoða kannski hvaðan upplýsingarnir sem við fáum frá hinu opinbera, hvaðan þar eru að koma og sér í lagi þegar við erum að tala svona heilsufarsinngrip. Heilsufarsinngrip gagnvart mjög jásettum hópi. Já. En það hefur bara verið bara rosalega lítil umræðum. Heimildin kom í gegn af fréttaskýringu í janúar 2024 og afhjúpaði þar að greiðslur Novo Nordisk til íslenskra lækna hefðu áttfaldast á sama tíma og notkun lyfjanna hefði rokið upp og svo sem trónaði efst á lista það var að tala við hana en hún sem sagt, hún svona, ég veit ekki hvort hún formlegur og óformlegur svona dálítið bara svona, hún náttúrulega veit mikið lyfin, þannig að sko jafnvel eftir þessa fréttaskýringu heimildarinnar og alla þá umræðu sem varð hana að þá hún samt alltaf fyrsta símtal þegar það kemur upp ekki gagnrýni lyfin frá fjölmiðlum. Það hefur ekkert breyst þar og ég var fyrir vonbrigðum með það, verð ég að segja. Að hún svona helsta röddin sem að heyrist í umræðu þessi lyf og hún tekur aldrei fram að hún sé að þiggja greiðslur frá lyfjaframleiðendunum og bara svo ég takja fram að eins og kom fram í umfjöllun heimildina það hvorki ólöglegt nýja brota siðareglum en það svona talið óheppilegt og þætti betra ef hún tæki það sjálf fram skýrt. Ég veit að mér þætti betra að hafa allt svona upp á borðunum ef ég færi inn til læknis og ég tæki við ykkur ráðlegging frá honum, ég fengi að vita það fyrirfram ef hann væri á launaskrá hjá lyfjafyrirtæki. Akkurat, algjörlega, þetta bara sko almenningur á náttúrulega bara rétt á að sko ég jafnvel þó svo ég sé gagnrýni á lyfin og þessar aðgerðir þá ég bara mjög sterkar skoðun á því að það beri að virða sjálfsákvörðunar rétt okkar og að minnka líkama í nútíma samfélagi, það heilbrigðisþjónusta bara og ég vildi óska þess að það væri ekki þannig en það heilbrigðisþjónusta í samfélagi sem að fitufordómafullt sem að skerðir aðgengi, sem skerðir tækifæri feits fólks til þess að lifa mannsamenda lífi að þá bara skilji svo vel að fólk vilji lifa í meira sátt við samfélagi, meira sátt við sig og ef það vill minnka líkamann sinn þá á það klárlega að fá að gera það en ég vil að sami hópur fái samt mjög skýrar upplýsingar mögulegar afleiðingar og fylgikvilla og þessi tekur mjög skýrt fram að mjög líklega það bara viðurkennt í dag að bæði aðgerðir og lyfjameðferð eru tímabundin inngrip, bæði hvað varðar þyngd og líka fylgikvilla og það aldrei sett í það samhengi að aftur þetta þyngdarstjórnunarkerfi líkamann sem að
vinna það tilbaka, vinna líkamann tilbaka. Það alltaf, ábyrgðin alltaf sett á sjúklingina, á skjólstæðingana og þú veist, það bara eitthvað sem hefur enduróma í opinberu orðræðu frá læknum, frá heilbrigðisstarfsfólki sem að sinna þessum hóp og veltir allri ábyrgðina yfir á hann og þú veist, það bara, ef þú hefur bara farið betur á leiðbeiningum og ef þú hefur bara getað gert þetta betur og bla bla bla, eins og ég segi, þú veist, það engin viljastyrkur, við erum ekki að tala það, borðið meira prótín. Þú veist, bara ég sá svona mím daginn sem að mér fannst svolítið fyndið, það var ég varð ekki fyrir svona miklum svona peer pressure sem unglingur taka eiturlyf eins og ég sem fullorðin manneskja að borða prótín og mér finnst það svolítið fyndið en það er kannski svolítið lýsandi líka fyrir einmitt þetta samfélag sem er svo ofboðslega upptekið af holdafari og því sem við látum ofan í okkur og einhverju svona undarlegri tengingu næringar við útlit og heilsu og líðan út frá því svo. Við erum alveg ótrúlega öfgakennd og þú veist í prótín þetta frábært og ég meina að þú lifir þannig lífstíl þá bara segja algjörlega að þú getur þurft þess og svo náttúrulega alltaf líka bætast við að fólk þarf að bæta við prótín inn í fæðina að það hefur til dæmis farið í aðgerði eða á lífi með fyrir eitthvað svoleiðis en hver þarf prótínbætt pasta? Eða popp, ég sá það daginn líka það kom prótínbætt útgáfa Philadelphia-osturinn sem maður getur skellt í eðluna þetta bara, við erum svo öfgakennd, þetta er svo galið og þetta er þetta líka bara enn eitt dæmið það hvernig svona kapitalismin hefur innreið sína í bara að hvað sem er í rauninni og svona virðist bara ætla að skemma ansi góða baráttu sem hefur verið í gangi árabil og við erum einhvern veginn svona aftur að virðist komin á svona ákveðin 0 punkt aftur komin tilbaka. Já, einmitt, þú veist, ég var búin að vera að vara við þessu í mörg ár, skilur, hvert við varum að fara. Já. En mér hefði samt aldrei, þú veist, mitt worst case scenario, þú veist, þetta er svo miklu færri, raunveruleikinn svo miklu færri en það var, skilur, ég hef aldrei geta spáð fyrir þetta, ég hef aldrei geta búist við þessu og líka bara ekki neginn, ég sá ekki fyrir þau ítök og áhrif sem að lyfjafyrirtækin með sinn moneymaker hana myndu hafa umræðuna og hvað lyfjafyrirtækin myndu velta miklu fjármagni inn í þetta og ég man alveg bara svona fyrst þegar Saxenda og allt það var að byrja og svo kom Ozempic að ég var svona alveg bara mér fannst ekki make a sense hvað var að koma frá lyfjafyrirtækinu. Ég var svona alltaf að reyna að fá okkur botn í þetta og bara þetta verður ekki saman við þetta og eitthvað svona bara hvað er þið að gera? Og svo var ég að horfa á þættina Dopesick í janúar 2023 þetta eru leikni þættir Oxycontin faraldurinn og hvernig Purdue Pharma sem sagt kom honum á stað og þetta var bara svona, ég leið bara svona eins og ég var í bíómynd, þetta var svona bara svona upplifun, bara svona opinberun, þú veist, það sem ekkert neginn, ég var með öll þessi púsluspil og loksins kom ramminn utanum einhvern veginn og þetta meikaði loksins allt sens og og þú veist, það er bara frekar augljóst að Novo Nordisk og Eli Lilly og öll þessi lyfjafyrirtæki að nota sömu leikreglur og Purdue Pharma í Oxycontin skandalnum og þú veist, það er meðal annars að endur skilgreina vandan offitu er orðinn að sjúkdómi sem er bara ennþá mjög erfitt að skilgreina og alltaf þegar maður reynir að fá okkur meira upplýsingar en offitu sjúkdóm og hvernig hann virkar og hver er meingerinn þá er alltaf bara svona, já þetta er svo flókin meingerð sko, þú myndir ekki skilja, þetta er bara svona reglífar hugtak hefur ekkert heyrt sjúkdóm sem er reglífar hugtak yfir aðra sjúkdóma og þannig að það er að endurskilgreina vandan, það er að færa heilbrigðisstarfsfólki verkfæri til þess að greina vandan sem er Edmonton-skalinn, Stiguna-skalinn sem ég var að tala áðan og byggja fyrst og fremst á holdafæri. Það er að koma upp svona AstroTurf samtökum víða heim og velta fjármagni inn í þau og fá lækna til þess að greiða læknum fyrir að lobbya fyrir notkun lyfjana sína án þess að taka það sérstaklega fram. Það er líka sko að
gera lítið úr aukaverkunum, mjög markvisst að gera lítið úr aukaverkunum og afleiðingum lyfjanotkunar og ýkja árangurinn verulega. Til dæmis þessi rannsókn sem ég talaði áðan og sýndi bara skýrt fram á bara 10% af þeim sem að fara á lyfin ná að viðhalda þyngdartappi til 4 ára. Þegar Novo Nordisk kynnti þá rannsókn þá var fyrirsögnin bara hei, hérna er komin töfralistin, bara við náðum að viðhalda þyngdartappi til 4 ára. Þú veist, þessi 10% var bara svona undir tappið, þú veist. Og hérna Novo Nordisk er bara allræmt á heimsvísu fyrir að leika þennan leik og er stöðugt að fá þessi sektir. Bresk stjórnvöld heilbrigðisyfirvöld þurftu að fara í mjög markvissa herferð til þess að vinna gegn sem sagt villandi skilaboðum frá Novo Nordisk. Novo Nordisk voru rekin úr breskum lobbysamtökum lyfjaiðnaðarins fyrir að múta heilbrigðisstarfsfólki. Þú veist, þegar að ganga svo langt að mér að segja önnur lyfjafyrirtæki vil ég ekkert með þetta fyrirtæki hafa. Og Þetta minnir svona, að því að þú myndist á dópsekt, þá myndi ég eftir, þetta minnir svo litið á tóbaksframleiðendur, þú veist, bara einhvern tímann upp úr stríði, fyrra og seinna stríði, sko, þegar, og seinna stríði þegar markasettu sígarettur fyrir konur og svo fyrra stríði sem, þú veist, þetta átti að auka svona, þú veist, ég gera fólk skarpara og minnka matarlyst. Já. Og líka átti þetta að vera, sko, svo átti þetta að verða svona merki frelsi konunar að geta kveikt sér í hvar sem er, alveg svo kallarnir. Þannig að þetta er alveg, þú veist, þetta er svona, þetta er keimlíkt. Sérstaklega þetta, sko, þessi öfl eru búin að líka kóopta líkamsveringar og baráttuna sem að, þú veist, hófst, þú veist, feitar svartar konur hófu þessa baráttu. Og eitthvað markaðsöfl eru búin að stela þessu frá þeim, frá okkur og sko það er algjörlega búið að endur skilgreina fitufordóma. Núna heita þetta offitufordómar fyrst og fremst og sko, þú veist, þegar við tölum líkamsveringar sem að tala fitufordóma þá tölum við að við þurfum að losna við fitufordóma, þú veist, til þess að upplifa frelsi og við eigum að fá bara jafnt aðgengi og allir aðri, við eigum að komast í jaðarsetningu og mismunun og bara lifa í okkar líkama eins og hann er. Og efla heilsans út frá því, ekki út frá því að minnka hann eða eitthvað svo leiðis. Í meðferð þessara afla eru fitufordómar orðin sko helsta hindrun fólks af því að komast á lyfjameðferð. Þú veist. Þetta, já, þú veist, þetta hefur verið, já, fyrir manneski einhvern veginn sem að einhvern veginn lagði líf sitt og sál í þessa baráttu af einhverju hugsjón. Þetta hefur verið bara mjög heartbreaking að horfa upp á og eins og ég segi, þú veist, þetta er svo miklu verra að við hefum nokkuð tímann órað fyrir og bara einhvern veginn að sjá, þú veist, við erum búin að vera að segja í svo mörg ár bara getið, þú veist, aðeins hugsa þú veist, hvernig hagsmuna aðalega er að koma, þú veist, aðeins þessari stefnumótun og við vitum að þú veist, þessi fjárhagslega öfl eru virkilega að lobbya fyrir notkun lyfjanna og að heilbrigðisyfirvöld víða heim fari að niðurgreiða þetta meira. En þú veist, það virðist bara ekkert vera á okkur hlustað og þú veist, og þetta er bara, já, þetta er bara, við erum bara föst. Þetta er bara einmitt einhver svona útlitspælingum þegar við ættum að vera að hugsa sko í raun, ég meina ástæður þess að fólki líður á einhvern hátt eða er líkamlegu ójafnvægi af einhverju leiti. Við förum aldrei svona í kjarnan. Af hverju er fólk að borða óhollt svo að fá sykursýki 2? Þú veist, hvaða breytur eru í umhverfið þess sem að valda því og þar framöndu göttunum. Það er aldrei, við erum alltaf bara að plástra eitthvað svona. Já, einmitt. Og þú veist, bara með þannig punkt skilur það er eiginlega bara síst matræði sem hefur áhrif á sykursýki. Þetta er mjög erfðatíðandi sjúkdómur, streita og jaðarsetning hefur mjög mikil áhrif á þetta
og bara þessi lífstil sem við lifum í dag, þú veist, það sem við verðum að eignast allt, við verðum að hlaupa hraðar og hérna, þú Vinna meira. við fáum ekki að njóta jólafríina því að það verður að vera samveru dag að tala með börnunum, skilju, þú veist, þetta er bara, þetta er svo fáránleg samfélagsgerð. Það er bara ekkert velkomin aftur á Sjónvarpssviðið. Það var ótrúlega gott að spjalla við þig. Ég vona að við fáum nú að heyra aðeins meira í þér. Hérna, við þurfum á þér að halda, held ég. Og samfélagið allt. Ég held ég að sé búið að sakna þín mikið. Takk. Takk og tókið við það meira hér handa við auglýsingar. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is